Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 692 haldinn í Stapa Hljómahöll þann 4. mars árið 2025 klukkan 17 hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Sighvatur Jónsson, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsæti sú sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 6 mál, fundargerðir bæjarráðs frá 20. og 27. febrúar, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. febrúar, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 20. febrúar, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 24. febrúar, fundargerð sjálfbærniráðs frá 27. febrúar og að lokum fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 27. febrúar síðastliðnum. Nú kæru bæjarfulltrúar, þá hefjum við bæjarstjórnarfundinn okkar og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 20. og 27. febrúar og orðið hér laust fundargerðirnar. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, bara svona eins og venjulega þá langar mig að fylgja aðeins fundargerðum bæjarráðs eftir og nefna bara nokkur mál. Hér erum við með 2 fundargerðir. Fyrst langar mig að nefna úr fyrri fundargerðinni frá 20. febrúar, 4. mál sem starfsáætlun íþrótta, tómstunda og lýðheilsumála og langar bara sérstaklega að þakka íþrótta- og tómstundafulltrúa þeim sem komu að gerð starfsáætlunarinnar fyrir mjög góða vinnu og það var einstaklega gott að sjá samantekt á þessum stóru steinum með áhersluverkefnum sem að bæjarfulltrúar hafa samþykkt og rötuðu meðal annars í fjárhagsáætlunina og við sjáum að þau leggja áherslu á að vera unnið að þessu ári. Mig langar líka að fara hér aðeins í 3 mál sem undir fundargerð SSS sem var 7. mál á dagskrá þessa fundar. Þar kom fram í fyrsta máli sem heitir Ungmennaráð og það var framhald frá síðasta fundi stjórnarinnar að gestir fundarins undir þessu lið voru fulltrúar ungmennaráða frá Reykjanesbæ, Vogum og Suðurnesjabæ og kveikjan af erindinu þeirra var í framhaldi af vinnufundi í tengslum við sóknaráætlun Suðurnesja. En það kom þar fram, eða kom upp svo hugmynd frá ungmennunum sjálfum að setja af stað sameiginlegt ungmennaráð fyrir sveitarfélögin hér á Suðurnesjum. Og eftir mjög góða kynningu á stjórnarfundi hjá SSS, þar sem svo sem hér stendur situr, að þá fannst okkur bara mjög áhugavert að heyra það sem þau höfðu fram að færa og þau lögðu fram á þessum fundi minnisblað sem ég langar að fara aðeins inn í með leyfi forseta að það kemur fram að ungmennaráð Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Voga leggja til að það verði stofnað ungmennaráð Suðurnesja og að þau telja að SSS sé rétti vettvangurinn til þess. Þar lagt upp með að tryggja að raddir ungmenna fá hljómgrunn hjá sveitarfélögunum, hjá ríki og öðrum lykilaðilum og að ráði myndi funda mánaðarlega og samastanda af 8 til 10 fulltrúum sem væri það 2 til 3 fulltrúar frá hverju sveitarfélagi. Þau sjá fyrir sér að reglulegi fundir yrðu haldnir með stjórn SSS og svæðis fulltrúum íþróttahéraða, farsældafulltrúa, Reykjanes Geopark, HSS og Fjölbrautaskólanum til að hafa áhrif á stefnumótun og framkvæmd mála sem varða börn og ungmenni á svæðinu. Þau telja að stofnun ráðsins sé nauðsynleg til að styrkja tengsl sveitarfélagana og að tryggja að ungmenni hafi áhrif á ákvarðanir sem snerta þau. Ungmennaþing Suðurnesja vilja þau að verði haldið árlega til að fjalla brýnustu málefni þeirra og að formleg aðkoma þeirra að stjórn SSS myndi tryggja að rödd þeirra myndi heyrast í stefnumótun og ákvarðanatöku í málefnum sem snúa að þeim. Helstu málefni ráðsins myndi vera samgöngur með áherslu á bættar almenningssamgöngur og öruggari hjóla- og göngustíga, geðheilbrigði með betra aðgengi að þjónustu, eflingu félagsstarfs og fjölbreyttari afþreyingarmöguleikum og einnig yrði unnið að betri tengingu við framhaldsskóla og fjölbreyttara námsframboð ásamt auknum stuðningi við listir, menningu og ungmenna viðburði.
Þau vilja líka leggja áherslu á samstarfi Reykjaneski og park með umhverfissjónarmiðum og fræðslu í UNESCO-skólum, útinámi og aukinni þekkingu á nærumhverfi og til að tryggja stöðu ungmennaráðs innan SSS þá telja þau að það þurfa að veita þeim fast sæti á fundum SSS, tryggja reglulega samráðsfundi með sveitarfélögum og stofnunum og efla virkt samstarfi alla hlutaðeigandi aðila málefni barna og ungmenna á Suðurnesjum. Og þetta var það sem kom frá þeim sjálfum. Stjórnin þakkaði þeim fyrir mjög góða kynningu og frumkvæði ungmennaráðsins að þessum fundi og við vorum öll sammála að bjóða þeim fundaraðstöðu hjá sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum og að bjóða þeim að hafa kynning á þeirra hugmyndum þetta sameiginlega ungmennaráð og mögulegum verkefnum á komandi vorfundi SSS sem haldinn verður föstudaginn 28. mars næstkomandi. En hér sjáum við enn og aftur hvað ungmennin hér á Suðurnesjum eru öflug og að þau láta málefni ungmenn og samfélagsins sig varða. Eins og við höfum fundið á sameiginlegum fundum okkar með ungmennaráði. Annað mál sem ég vil nefna sérstaklega af þessum fundi hjá SSS kynning á Konvin skrifstofuhúsnæði sem staðsett á Ásbrú, en það einstaklega vel heppnað verkefni þar sem byggður hefur verið nokkurs konar atvinnulífskjarni og útkoman stórglæsileg. Og samband sveitarfélaga á Suðurnesjum hefur til að mynda tekið aðstöðu á leigu þarna til 2 ára fyrir 5 frumkvöðla, þannig að við erum aftur komið með frumkvöðlasetur sem hluti af áhersluverkefnum sóknaráætlun á Suðurnesja. Og það síðasta sem ég vil nefna undir þessari fundargerð, og ég enn að vísa í fundargerð SSS, stjórnar SSS, að gengið hefur verið frá ráðningu verkefnastjóra svæðisbundinna farsældaráða, sem mjög gleðilegt. En starfið var auglýst í desember síðastliðnum og bárust alls 22 umsóknir og ein þeirra var svo dregin tilbaka. En markmið verkefnisins að koma á fót farsældaráði á Suðurnesjum í þágu farsælda barna og þetta tímabundin ráðning til 2 ára sem styrkt var af mennta- og barnamálaráðuneytinu og samningu var gerður það síðastliðið haust. Það var faghópur sem skipaði var sviðsstjórum í velferðarmálum á svæðinu sem að tók viðtölin og þannig að úrvinnsla og umsagnir voru í þeirra höndum. Og skemmst frá því að segja að Hjördís Eva Þórðardóttir var ráðin í starfið og hún hóf störf núna 1. mars síðastliðinn og hún býr yfir viðamikilli reynslu í opinberri stefnumótun, árangursmælingum og alþjóðlegu samstarfi með sérstaka áherslu á farsæld og réttindi barna. Hún með BS í sálfræði og síðan hún með master í stefnumótun og innleiðingu opinberra stefnumótunar í þágu barna frá Háskólanum í Stokkhólmi og mun þá vinna því að efla farsæld barna hér á Suðurnesjum í samræmi við farsældalögin og fylgir þá eftir innleiðingu lagana, styður okkur, sveitarfélögin og stofnanir og þjónustuaðila og kemur á þessu svæðisbundna samráði. Þannig að við getum verið mjög ánægð með þetta og hafa ráðið þarna mjög hæfan umsækjanda í starfið. Seinni fundargerð bæjarráðs frá 27. febrúar, þar ætla ég bara rétt að nefna hér annað mál sem var Sunnubraut 35 sem íþróttakademíureiturinn, en þar var lögð fram tillaga starfshóps að semja við altaráðgjöf tilboð í vinnu við forsögn, verkefnalýsingu og grunna útboðsgögnum sem eiga að vera tilbúin núna síðan sumars. Það verður mjög spennandi að sjá hvernig reiturinn getur þróast sem kjarni þar sem verður bæði verslun og þjónusta og íbúabyggð, en við höfum séð slík verkefni í öðrum sveitarfélögum þar sem skapast skemmtilegt svæði sem laðar að og vekur athygli. Í 13. máli sem sneri að mönnun á aðalsafni bókasafns Reykjanesbæjar, þar kom fram þar sem hópurinn sem hefur verið að vinna áfram með flutning bókasafnsins hingað í Hljómahöllina og samvinnu stofnana. Af þeirra fundum þá hefur komið fram, eða hafa komið fram vangaveltur það hvort að opnunartími hússins ætti að vera með öðrum hætti en hefur verið. Og það var þá helst hugsað til þess að mæta þörfum og óskum íbúa. Og með þessu flutningum þá það allavega mat hópsins að það skapist ákveðið rými fyrir lengri opnunartíma og þá aukna þjónustu.
og þarna var lagt til að samræma opnunartíma í rokkssafninu og bókasafninu og hafa opið alla virka daga frá 9 til 6 og helgar frá 10 til 5. En hingað til hefur rokkssafnið til að mynda verið opið frá 11 til 5 og bókasafnið 9 til 6 á virkum dögum, en frá 10 til 4 á laugardögum og loka á sunnudögum og loka allar helgar yfir sumari í bókasafninu. En hér var lagt til að það væri opið helgar og opið í hljómahöll ljósrauðadaga frá 10 til 5, en það eru 7 dagar yfir árið og að það væri ómönnuð aðgangsstýrð opnun frá 18 eða frá 6 til 10 á kvöldin og þá erum við að hugsa sérstaklega námsmenn og þá gert ráð fyrir að klukkan 10 myndi öryggisvörður fara húsið til að tryggja að húsið væri mannlaust. Og það var eining að auka svona við þjónustu við íbúa með þessum hætti og það mjög ánægjulegt að við getum gert það og komið þá á sama tíma til móts við óskir margra eins og námsmanna og barnafjölskyldna að hafa meira opið á þeim tíma sem hentar þeim best. En síðasta málið á dagskrá þessa fundar var fundargerð stjórnar Eignasjóðs sem ég mun óska eftir að fá fylgja hér eftir síðar á þessum fundi. Kærar þakki fyrir þetta. Kannski eitt mál hérna sem að forseti hvetur ykkur til að kíkja á undir fundargerð bæjarráðs frá 27. febrúar í máli númer 12 umsagnarmál í samráðsgátt og þar drög að frumvarpi jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem að skiptir okkur miklu máli og sá frestur var framlengdur fram að hádegi á morgun. Þannig að ef þið hafið athugasemdir kæru bæjarfulltrúar varðandi þetta umsagnarmál endilega látið mig vita eða bæjarstjórinn við komum þeim atriðum áfram. Nú orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Guðbjörgur Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég kem hérna undir fundargerð bæjarráðs 27. febrúar, liður 14, fundargerð Eignasjóðs, sérstaklega vegna leikskólans Drekadal. Samþykkt var á fundi bæjarráðs að ljúka framkvæmdum við leikskólan Drekadal og setja þær í forgang framar öðrum fjárfestingum í sveitarfélaginu næstu mánuði. Kostnaður við framkvæmdina hefur þegar farið talsvert fram úr áætlun nú þegar og ljóst að fjármuni sem átt að fara í önnur verkefni verða fluttir á þetta verkefni, sem sagt Drekadalinn. Á gögnum má sjá að sá kostnaður sem eftir nemur 340 milljónum króna. Áætlun ársins gerir ráð fyrir 150 milljónum og 120 milljónir verða því teknar af öðrum verkefnum og bundnar vonir við að tekju berist í sjóði sveitarfélagsins sem nýta megi til greiðslu þess sem út af stendur eða 65 milljónir. Við ætlum þó að fá að bóka og hefst það hér að við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum fram eftirfarandi fyrirspurn og óskum eftir að hún verði bókuð. Í dag eru liðnir 2 mánuðir og 4 dagar af nýju ári og enn sjá við breytingar á áætlun sem samþykkt var í desember síðastliðnum. Í fjárfestingaáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2025 voru settar 150 milljónir til að opna mætti fyrstu 2 deildir í leikskólanum Drekadal. Nú þykir hins vegar skynsamlegast að opna skólan í heild í stað þess að opna hann í áföngum eins og til stóð. Kostnaður við það hljóðar upp á tæpar 340 milljónir samkvæmt áætlun. Það fjármagn á að flytja af öðrum mikilvægum framkvæmdum, svo sem viðhaldi á utanhúsklæðningu og útskiptingu á gluggum á leikskólanum Velli að upp að 75 milljónir. Þrátt fyrir það lagt til að sinna skuli nauðsynlegu viðhaldi á leikskólanum sem væntanlega felur í sér aðra tilfærslu fjármuna úr rekstri ef ekki af fjárfestingarlyklum. Einnig skulu færðar á verkefni 50 milljónir sem áætlaðar voru til hönnunar á nýjum grunnskóla á Ásbrú. Samtals verða því færðar 125 milljónir af öðrum fjárfestingarverkefnum. Þá standa eftir 65 milljónir samkvæmt áætlun og ljóst að verkefni hefur greinilega ekki verið hugsað til enda og að haldið af stað með ófjármagnað verkefni.
Bundar eru vonir við að tekjur berist í sjóði sveitarfélagsins sem nýta megi til greiðslu þess sem út af stendur og treyst á að starfsfólk sveitarfélagsins finni leiðir til hagræðingar. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins spyrjum því meirihluta Samfylkingar, Framsóknar og Beinnar hvaða auka tekjum verið að vonast eftir sem ekki þarf að ráðstafast í annað berist þar á annað borð. Hvað þoli verkefni mikið niðurskurð og hagræðingu án þess að það bitni á gæðum ef ekki næst að fjármagna það til fulls. Og undir þetta rita bæjarfulltrúarnir Guðbergur Reynisson, Helga Jóhanna Oddsdóttir og Alexander Ragnarsson. Takk fyrir. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti, það er alltaf gott þegar að vera að bera upp spurningar að við fáum þær fyrirfram svo við getum verið með þær tilbúnar. Þannig að ég ætla að óska hér eftir að við bara virðum það að ef við eigum að svara hér á punktinum að við fáum þær spurningar þannig að við getum undirbúið það. Þannig að ég reikna þá bara með að bæjarfulltrúi Guðbergur viti að svörin munu bera skriflega á næsta fundi. Eins og venja er þegar að við fáum þetta ekki fyrirfram. Varðandi það sem kemur fram í fundargerð stjórnar Eignasjóðs, þá er mjög mikilvægt að við hugum að því að í stjórninni sitja fulltrúar okkar allra. Við erum þar líka með fagfólk, við erum með deildarstjóra eignaumsýslu, við erum með sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs. Það er búið að ræða við stjórnendur í ákveðnum stofnunum og farið í það að forgangsraða fjármagni eftir mikilvægi verkefna og öll verkefni okkar eru auðvitað mikilvæg. Það er tillaga frá deildarstjóra eignaumsýslu að við gerum tilfærslur á verkþáttum og við erum með viðhaldssjóð þar sem að verkefni sem falla þarna undir eins og hér var sérstaklega nefnt gluggaskipti og viðgerðir á gafli utanhús sem að fellur svo sannarlega undir viðhaldsverkefni og við munum alls ekki sleppa eða fresta mjög mikilvægum verkefnum sem er mikilvægt að við förum strax í eins og þessi sem hér voru nefnd. Þannig að það er kannski ekki alveg rétt að það eigi að fara að fresta öllu því sem hér var nefnt, heldur er bara verið að framkvæma út frá þeirri áætlun sem að snýra viðhaldsframkvæmdum. Jú, stjórnin tók ákvörðun það að leggja áherslu á það að klára leikskólann Drekadal og við vitum að framkvæmda kostnaður í heild sinni við Drekadal átti að vera 820 milljónir. Það verða sennilega hærri en það og einhvers staðar undir milljarði þó og það eru ýmsar leiðir líka sem að við vitum að við þurfum að fara því að eins og við vitum hér öll að þá þurftum við að taka þetta verkefni yfir sjálf af hendi þeirra aðila sem fengu verkefni í útboði og við eigum eftir að klára það mál. Það mun taka tíma en það breytir því ekki. Okkar færasta fagfólk leggur til og stjórnin staðfestir að við forgangsröðum í það að ljúka við byggingu á 120 barna leikskóla sem búið er að ræða við stjórnendur að við tökum í notkun eftir sumarleyfi að fullu. Hönnunin á nýjum grunnskóla Ásbrú fer af stað og þetta er allt saman unnið í samvinnu við sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs sem situr nú hér á fundinum og getur svarað þessum spurningum. Og það var eining þetta eins og kemur fram í fundargerðinni frá öllum fulltrúum í stjórn Eignasjóðs þar sem sitja 2 fulltrúar frá bæjarfulltrúa sem hér kom upp til þess að bera upp þessa fyrirspurn. En ég mun fara
líka betur yfir fundargerð stjórnar Eignarsjóðs hér á eftir og við munum svara þessum spurningum formlega á næsta fundi. Já, forseti vill aðeins koma hér upp undir máli nr. 14 á fundargerðinni þann 27. febrúar og fara aðeins yfir þetta mál. Bara til að leggja það alveg skýrt fram hér að þarna kom til bæjarráðs erindi frá stjórn Eignarsjóðs sérstakt þar sem að þau lögðu sérstaklega til að samþykkja setja alla okkar áherslu í fjárfestingaáætlun á því að klára leikskólann Drekadal og fyrir því eru ýmsar ástæður. Þarna 120 barna leikskóli, það hagræðing í því og við munum spara á því að hafa starfsemina annars staðar á meðan við klárum húsið í heild sinni. Hér áður fyrir var talað hvort að við gætum flutt hálfan leikskóla inn á meðan við myndum klára restina í róleitum, en við vitum öll hvernig það að vera með framkvæmdir allan daginn í húsi þar sem starfsemi Við þekkjum það nú bara úr ráðhúsinu og frá fleiri stöðum. Það ekki heppilegt líka með lítil börn. Þannig að þetta hugmynd sem kom fram og var bara mjög skynsöm að fara af stað með þetta. Þarna væri bara framkvæmdastaður í gangi og meðan starfsemi væri annars staðar og þá gætum við líka haft leikskólan út af fyrir okkur, hefðum tíma til að klára þetta og gætum sett allt af stað þar. Þetta var samþykkt í stjórninni þar sem við erum með fulltrúa úr öllum flokkum næstu því og var samþykkt af öllum í bæjarráði sem forseta þótti gleðilegt. Leikskólinn Drekadalur með starfsemi sína í Keilu upp á Ásbrú og verður þar þangað til að við getum flutt formlega inn núna síðar á árinu. Forseti ætlar ekki hér í ræðustól að fara yfir kostnaðarliði umframkeyrslu framkvæmda. Við höfum alveg horft á það í nokkrum verkefnum og munum eflaust gera áfram. Hvort sem það eru verðbætur eða verðhækkanir vegna stríða eða hvað eina það að þetta eitthvað sem kemur upp í öllum sveitarfélögum alls staðar að bestu áætlanir ganga oft ekki eftir, en við erum engu að síður að fylgjast með kostnaðinn í þessu öllu. Og ég verð að segja að þetta verkefni til fyrirmyndar, það að segja að við erum að reyna að klára verk í staðan fyrir að halda mörgum í gangi til að forgangsraða það sem að þörfin mest og það vissulega þörf að koma 120 börnum þarna inn í leikskóla. En við vitum að leikskólaúthlutun að fara fram núna, þannig að við viljum vissulega ná okkur markmiðum að ná 18 mánaða börnum inn og þetta forgangsverkefni allavega þessa meirihluta og vonandi allra bæjarstjórnar að börnin fyrst og það það sem við erum að gera í þessu verkefni. Við munum taka saman þessar spurningar, kæri bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson, og svara þeim á næsta fundi þar sem það lá ekki fyrir hér bara eins og venjan en það væri voðalega gott að hafa þannig verklag að þetta berst fyrir fundi, það var hægt að svara því hér í ræðustól. Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Mér langar rétt aðeins að koma inn á það mál sem hefur verið til umræðu, 14. mál frá 27. febrúar, leikskólinn Drekadalur. Og aðeins bara svona halda til haga kannski þeim þáttum sem hafa verið nefndir það nú þegar. Þetta náttúrulega afskaplega leiðilegt hvernig öll þessi framkvæmdasaga hefur þróast. Við höfum verið að kljást við, sveitarfélagið hefur verið að kljást við byggingaraðila þarna sem hefur ekki getað staðið við þær skuldbindingar sem gerðir voru í samningum. Og þetta hefur kostað sveitarfélagið náttúrulega bæði fjármuni en ekki hvað síst íbúa sveitarfélagsins tíma og fyrirhöfn og annað vegna þess að þarna áttu náttúrulega löngu verið að hafin starfsemi í leikskóla. Og kannski rétt aðeins bara að tæpa þeim þáttum sem að koma kannski fram í bókun og kannski tala eins það sem var ekki sagt þarna af öllum staðreyndum sem voru dregnar upp úr gögnum málsins að það eru mjög sterkar vísbendingar þess efnis að fyrir verktaki hafi verið með einbeittan brotavilja til þess að fela kalla í húsinu. Og það náttúrulega hluti af því sem að koma svolítið fram á sjónarsviði bara núna þessa vikuna og þessa dagana
þegar að framkvæmdir fara á fullt og menn eru með full yfir húsinu sem að skýrir í mínum huga allavega að hluta til þess hvernig tilfærsla á fjármagni þarf að eiga sér stað þarna. Og ég hef allavega mjög sterkt í huga og hef svo mikla trú á því hvernig mál hafa þróast hingað til og það góða sem kom út úr þessu kannski svona síðasti punktur sem kemur á stjórn Eignarsjóðs að markmiðið í þessu verkefni fyrst fremst og síðast að þegar allt til talið að húsið uppfylli þau gæði sem til ætlast af leikskólastofnunum í bænum. Við séum ekki með eitthvað alveg í tómi tjóni sem að hefði verið niðurstaðan ef að starfsfólk hefði ekki gripið í taumana á sínu tíma. Takk fyrir. Guðbergur Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, já, biðst afsökunar að hafa ekki tekið það fram hvenær ég vildi fá svörin, en það nú alveg nóg fyrir mig að fá það á næsta fundi. Það sem að ástæða þess að ég set fram hann allavega aðra spurninguna það að mér finnst það skringileg vinnubrögð að vera svona óska eftir því að vonandi komi einhver peningur inn í bæjarsjóð sem hægt væri að nota til þess að klára þetta. Þannig að ég vilja að það væri kannski betri áætlun hvernig á að klára þetta. Ég veit alveg mikilvægi þess að það þurfi að opna þennan leikskóla. Það verður að gera. Ég búinn og veit líka söguna við fyrri verktaka og þetta allt saman. Við vitum þetta allt saman. Ég hefði bara viljað að það væri betur sett niður hvernig á að klára hann áður en farið af stað. Og þess vegna set ég fram þessar spurningar. En já, verklagið veit ég að ég verð að setja spurningarnar fyrir bæjarstjórnarfund til þess að menn séu af því ég myndi náttúrulega ekki vilja fá svona spurningar sjálfur og eiga svaraðan strax. Þannig að nóg að gera það bara á næsta fundi. Takk fyrir. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það rétt hjá forseta að það þarf vissulega að klára þetta stóra og flókna verkefni. Og ég fagna því að forseti skuli nefna hérna sérstaklega að forgangsröðun verkefna sé skynsamleg ráðstöfun og sér í lagi þar sem að það ekki margir mánuðir síðan að sú sem hér stendur stóð akkurat í pontu og hvatti til þess að forgangsröðunin væri skýr og við værum stöðugt meðvituð hvar skóginn kreppti hvað mest og var þá að vísa í málefni grunnskólana sem við erum að endurbyggja og ekki enn lokið og tiltók þá dæmið þetta hús hér og að bæjarskrifstofurnar og ráðhúsið væru í yfirhalningu og svari var einfaldlega það að Reykjanesbær réði nú við það að gera fleiri en eitt í einu. Þannig að ég vil bara ítreka þá skoðun mína að í upphafi skal endinn skoða og við þurfum ekkert að skammast okkur fyrir það að beygja af leið þegar skóginn kreppir. En það ekkert að því að varpa fram spurningum sem þessum og í rauninni þær sára saklausar af því að orðalagið í bókun fundargerðarinnar var einhvern veginn þannig að vonir eru bundnar við tekjustreymi og ég veit ekki betur en að undanfarna fundi og undanfarin misseri höfum við hér verið að ræða þrengingar í tekjustreymi þannig að maður veltir því fyrir sér ef það kemur nú kom inn einhverjar tekjur þurfum við þá ekkert að eyða einstar annar staðar, það bara lausnin. En að þessu sögðu að þá fagna ég því að þessi leikskóli, þetta vandraða barn, verði klárað og þar megi eitthvað allt annað en vandraða börn eiga góða tíma. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir fær hér heimild til að koma upp í andsvar í þriðja og síðasta skipti. Forseti, takk fyrir þetta.
bara svona til þess að minna á þegar við vorum að vinna í fjárhagsáætlun og í fjárfestingaáætlun hérna í fjárheimildum þessa árs, alveg eins og við gerðum líka fyrir árið 2024 og eins og við höfum verið að leggja áherslu á bara undanfarin ár og það er að áætla tekjur okkar mjög varlega og við gerðum það sama fyrir 25 eins og við gerðum fyrir 2024 að það var að vera með viðbótar dálk ef svo má segja því að við vinnum í hérna Excel-skjölum eins og við þekkjum hér en kannski ekki þau sem eru að hlusta að við erum með viðbótar dálk sem er svona hvað ef dálkur ef tekjurnar verða hærri en við áætlum í okkar varlegu áætlunum og þá gefst okkur tækifæri til að taka það til umfjöllunar í bæjarráði og ef við sjáum að tekjurnar verða hærri þá getum við forgangsraða þeim í ákveðin verkefni og það er það sem við erum að gera og þess vegna okkur hefur fundist það bara skynsamlegt, við viljum ekki eyða efni fram og okkur fannst alls ekki, við hefðum geta komið og stjórn Eignasjóðs lagt til að það gerðu viðauki við fjárfestingaáætlun. En á þessum tímapunkti þá þótti það ekki skynsamlegt. Þannig að við erum að forgangsraða út frá okkar gildum sem eru þau að við setjum börnin mikilvægust eins og stendur í okkar stefnu og þetta var bara partur af því. Og svo það sé sagt að þá finnst mér spurningarnar ekkert óeðlilegar og það er bara ekkert mál að svara þeim. Við bara þurfum að geta séð þær líka almennlega til þess að svara þeim með skýrum hætti. En það er ekkert óeðlilegt við það að við séum að tala það að eftir því sem að fjárflæði inn til sveitarfélagsins að þá erum við líka að endurskoða fjárfestingar. Og við vorum öll full meðvitundar það og unnum þessa fjárfestingaáætlun og fjárhagsáætlun með nefndarfólki okkar líka í þessari vinnu seint á síðasta ári. Forseti ger hér stuttfundarlega.
Við erum hér ennþá á bæjarstjórnarfundinum okkar og erum að ræða fundargerðir bæjarráðs frá 20. og 27. febrúar síðastliðnum og vill meirihlutinn leggja fram eftirfarandi bókun vegna leikskólans Drekadals. Meirihluti bæjarstjórnar í Reykjanesbæ vill árétta eftirfarandi atriði varðandi uppbyggingu leikskólans Drekadals. Samningnum byggingu leikskólans var rift seint á árinu 2024 og tók Reykjanesbær þá formlega yfir byggingu hússins. Leikskólinn Drekadalur þessa mundir staðsettur í húsnæði Keilis og því gleðilegt að leikskólinn hafi getað hafið starfsemi að hluta til. Til að horfa heildrænt á verkefnið og til að reyna að leysa það á sem allra besta hátt var lagt til af stjórn Eignasjóðs að einblína á það verkefni sérstaklega í fjárfestingum til að geta klára verkefni í heild sinni fyrir opnun 120 barna leikskólans á árinu. Stjórn Eignasjóðs mat að það væri skynsamlegt til að ná að opna leikskólan sem fyrst og einnig til að vera ekki með starfsemi í húsinu á meðan að uppbygging færi fram. Þótti það til heilla fyrir starfsemina og lagt fyrir leikskólastjóra og starfsfólk sem tóku vel í hugmyndina. Allir fulltrúar í bæjarráði Reykjanesbæjar studdu og samþykktu tillögu stjórnar Eignasjóðs. Sérstaklega skal tekið fram að mikilvæg viðhaldsverkefni munu fara fram á árinu í öðrum stofnunum auk þess sem byrjað verður að hanna nýjan grunnskóla á Ásbrú. Meirihluti bæjarstjórnar að gæta að fjárflæði verkefna og forgangsröðuna þeirra og metur að opnun á 120 barna leikskóla þurfa að vera í forgangi í hag íbúa Reykjanesbæjar. Og undir þetta rita allir fulltrúar meirihluta Reykjanesbæjar ásamt fulltrúa umbótar. Og það hér lagt fram. Nú, fundargerðirnar hér ennþá opnar til umræðu ef eitthvað vill taka til máls. Undir fundargerð bæjarráðs. Svo ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar vinsamlega skifið þess merki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Kæra þakki fyrir það. Þá erum við hér komin á öðru máli á dagskrá fundarins, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. febrúar og áður en við hefjum hér umræðu fundargerðina vill forseti koma að máli 12 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. febrúar síðastliðnum en bæjarstjórn frestaði því máli að þeim fundalið hér á síðasta fundi. Fengið var hana Bryndísi Skúladóttir, efnaverkfræðing og sérfræðing í umhverfismati til að lesa yfir skýrsluna en sú samantekt hefur verið send á ykkur kæru bæjarfulltrúar þar sem að þið getið glöggt ykkur á hennar niðurstöðum eða samantekt. Auk þess fengum við hér fulltrúa frá HS Orku sem komu til okkar áðan til að fjalla sérstaklega auðlindagarðinn og verkefni þeim tengdum sem að hefur eflaust skýrt málin en frekar. En nú vil ég heimila bæjarstjóra Kjartanum á Kjartansinni að koma hér upp og svara hér formlegum spurningum frá bæjarfulltrúa Margréti Þórarins sem komi hér fram undir síðasta fundi undir lið umhverfis- og skipulagsráðs. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þar sem að fyrirspurn bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur kom undir þessum lið, þar að segja undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs á síðasta fundi bæjarstjórnar, þá nú venjan svo að svara spurningum á sama stað í ferlinu eins og þar sem þær koma, þannig að hún kom undir umhverfis- og skipulagsráði og þá verður henni svarað núna undir umhverfis- og skipulagsráði. Og eins og forseti sagði þá fengum við Bryndísi Skúladóttur sem verkfræðingur og sérfræðingur í umhverfismati til þess að fara yfir þessar spurningar og yfir skýrsluna og með leyfi forseta ætla ég bara að lesa upp bréfið. Þetta svolítið lesning en bara áhugaverð. Og hér segir umfjöllun umhverfismat metanól framleiðslu við Reykjanesvirkjun, svör við spurningum sem framkomu og svo segir hér í umhverfis- og skipulagsráði en það rétt að þetta kom fram í bæjarstjórn eins og við vitum. Reykjanesbær óskaði eftir aðstoð VFSO ráðgjafar við að svara 5 spurningum sem bárust vegna umræðu í umhverfis- og skipulagsráði aftur bæjarstjórn átt að vera umhverfismat skýrslu fyrir framleiðslu á grænum metanól í auðlindagarðinum við Reykjanesvirkjun. Fyrsta,
magn koldíoxíð sem losunar frá virkjuninni. Spurt er hvort nægt koldíoxíð losni frá jarðvarmavirkjuninni fyrir framleiðsluna. Ef svo er ekki, hve mikið þarf að flytja inn? Og svar Bryndísar er: vel þekkt er í iðnaðarframleiðslu að eitt fyrirtæki nýti það sem fellur til frá annarri framleiðslu. Á ensku er talað innan gæsalappa industrial symbiosis, en hér á landi iðngarð eða auðlindagarð. Í umræðu hringrásarhagkerfi er þetta ein af þeim leiðum sem geta stutt við hringrásefna, stuðlað að bættri nýtingu auðlinda og minnkað losun gróðurhúsalofttegunda og annarra efna út í umhverfið. Auðlindagarðar byggjast oft upp í kringum eitt stórt fyrirtæki sem er Reykjanesvirkjun í okkar tilfelli. Annað fyrirtæki kemur inn og nýtir affall frá því fyrsta og þarf að aðlaga starfsína og starfsemi að því. Mörg dæmi er að fleiri fyrirtæki bætist við, ýmist til að nýta affall frá fyrsta fyrirtækinu eða þeim sem bæst hafa við. Metanólframleiðsla á Reykjanesi byggir á að nýta afgas frá Reykjanesvirkjun. Eins og fram kemur í skýrslunni er magn af CO2 sem kemur frá virkjuninni ráðandi þáttur í framleiðslunni og er hún sett upp í stærð sem getur tekið við því magni sem losnar í afgasi. Fram kemur í töflu 8.1 í umhverfismatsskýrslu að magn CO2 í afgasi Reykjanesvirkjunar er 82 til 86% af gasinu og er framleiðsla metanólverksmiðjunnar hönnuð í samræmi við það. Framleiðsluferli felst í að hreinsa afgasi af vatni og gastegundum áður en hægt er að nýta koldíoxíð. Hreint koldíoxíð er síðan hvarfað við vetni sem er framleitt úr vatni. Þar myndast afurðin metanól. Miðað við fyrirliggjandi upplýsingar eru engin áform að taka við koldíoxíði af öðrum uppruna. Ef það væri gert, þyrfti að breyta framleiðsluferlum og hönnun verksmiðjunnar. Spurt er sérstaklega innflutt koldíoxíð. Augljóst er að breyta þyrfti hönnun framleiðsluferla til að taka við því, en ekki liggja fyrir forsendur til að fara ítarlega í hvort og þá hvernig framleiðsluferlar geta tekið við og nýtt slíkt hráefni, en nefna má að líklega þyrfti hafnaraðstöðu og setja upp geymslutanka fyrir koldíoxíð. Þar með lauk fyrsta lið. Annar liður, losun frá framleiðslunni. Spurt er hvernig tryggt verða mengun og önnur áhrif verði í raun innan ásættanlegra marka, ekki bara í byrjun heldur áratugi fram í tímann. Fjallað losun, svo segir Bryndís, fjallað losun frá framleiðslunni í umhverfismatsskýrslu. Framleiðsluferlar metanóls og vetnis eru vel þekktir, nýttir víða heim og vitað er hver losunin er. Losun efna í umhverfi frá framleiðslu metanóls er lítil en við hreinsun á afgasi falla til efnin sem eru hreinsuð úr gasinu og eru þau leidd í frárensli og þaðan í sjó. Nokkuð neikvæð áhrif eru talin vera vegna frárenslis í sjó þar sem efni sem hreinsuð eru úr afgasinu eru leiddir út. Fram kemur í skýrslunni að magnið er talsvert minna en frárensli Reykjanesvirkjunar. Óvissa er áhrif brennisteins sem er hreinsaður úr afgasinu. Áhrif á loftgæði eru talin jákvæð þar sem afgasið frá Reykjanesvirkjun er hreinsað. Áhrifin verða vöktuð og möguleikar á að bregðast við ef ástæða þykir til. Í umsögnum fagstofnana er fjallað nokkuð þetta atriði, meðal annars vöktun og aðgerðir. Mörg losunarefna og áhrifamuni verða hluti af starfsleyfi starfseminnar. Því getur Reykjanesbær fylgst með því hvort áhrif á rekstri metanólverksmiðju séu innan þeirra marka sem getið var í umhverfismatsskýrslu og starfsleyfi. Þarna lauk öðrum lið. Þá hefst þriðji liður með yfirskrift mat á áhrifum. Spurt er, í skýrslunni kemur fram að mengun verði ásættanleg innan gæsalappa. Það er í rauninni huglægt mat sem krefst frekari greiningar
sérstaklega þegar er að ræða langtíma áhrif. Svo heldur Bryndís áfram og segir: við leit í umhverfismatsskýrslunni kemur orðið ásættanlega ekki upp og því ekki hægt að fjalla notkun þess orðs sérstaklega. Í töflu 9.1 og 9.2 eru hugtök sem notið eru við umhverfismatið útskýrð. Þau byggja á leiðbeiningum skipulagsstofnunar og eru almennt notuð umhverfismatsverkefnum. Við matið er horft til beinna og óbeinna áhrifa, tímabundinna og varanlegra áhrifa, afturkræfra og óafturkræfra sem og samlegðar áhrifa við aðra framleiðslu á svæðinu. Þegar sérfræðingar sem vinna umhverfismat meta að áhrif séu óveruleg, nokkur, talsverð eða veruleg, farið yfir hvort áhrifin séu til dæmis bein, tímabundin og afturkræf eða annað sem talið er upp hér að framan. Notuð eru viðmið í töflu 9.2. Almennt er matið byggt á gögnum hvers eðlis áhrifin eru, umfang þeirra, gerð lífríkis eða viðtaka, grunnástand, samlegð með annarri starfsemi og annað sem máli skiptir varðandi umhverfisáhrifin. Huglægt mat kemur helst inn þegar metið er hvort áhrif séu nokkur, talsvert eða veruleg og getur niðurstaða færst á milli þessara flokka eftir rýni og umsagnarferli. Og þá 4. liður af 5 ber yfirskriftina áhættumat. Í skýrslunni segir: áhættumat verður framkvæmt fyrir reksturinn og nákvæmar öryggisaðgerðir verða skilgreindar, byggt á sértækum hættum vegna hugsanlegs metanólsleka. Gerð verður grein fyrir þessum aðgerðum í starfsleyfi. Spurt er hvers vegna þetta sé ekki gert í skýrslunni. Við framleiðslu Við framleiðslu á metanóli er unnið með hættuleg efni. Fyrir framleiðsluna skal vinna áhættumat sem byggtur á alþjóðlegum stöðlum og viðmiðum. Unnið er með áhættustjórnun sem byggist á þeirri meginreglu að með hönnun og stjórnun eru líkur á atburðum og áhrifum þeirra lágmarkað. Áhættumat í framleiðslu er gert í þrepum og á öllum stigum hönnunar og reksturs. Farið er yfir tæki og búnað sem uppfylla þar tiltekna kröfur. Mögulegt er að gera fyrstu greiningu á þessu stigi, en ítarlegri greiningar eru unnar á hönnunartíma og hafa það áhrif á val á búnaði, hönnun framleiðslueininga og bygginga, staðsetningabúnaðar, rafrænt eftirlitskerfi og fleira. Umhverfismat er unnið snemma í undirbúningi framkvæmda og þá liggja ekki fyrir endanlegar upplýsingar hönnun. Segja má að kröfur sem gerðar eru til öryggis séu viðmið sem notuð eru í áframhaldandi vinnu við verkefnið og uppfylla þar þau viðmið. Unnið er samkvæmt ferli sem sett fram í Evróputilskipun sem innleidd hérlendis með reglugerð nr. 1050/2017 varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna. Vinnueftirliti hefur eftirlit með þessum þætti starfseminnar. Og svo kemur að lokum 5. liður í svari Bryndísar ber yfirskriftina niðurstaða umhverfismats. Vitnað er í niðurstöðu umhverfismats og sett fram svo afstaða að ein svona lítil skýrsla sé alls ekki tæmandi. Og þá er hún að vísa í það sem framkom á síðasta bæjarstjórnarfundi. Tekið er undir að umhverfismatsskýrsla er ekki tæmandi umfjöllun og framkvæmdir heldur fyrsta skref í lengra ferli málsmeðferða og leyfisveitinga. Hvert skref hefur sinn tilgang og horft er á framkvæmdina frá ólíkum sjónarhóttnum í hverju þeirra. Umhverfismat er til þess að meta áhrif á ytra umhverfi. Í síðari skrefum er horft nánar á tæknikerfi, framleiðsluferla og skipulag svæðisins. Sveitarfélagið hefur umsjón með skipulagsferli og veitir byggingaleyfi. Umhverfis- og orkustofnun og heilbrigðiseftirlit Suðurnesja veita starfsleyfi og tilkynna skal reksturinn til vinnueftirlitsins. Á öllum stigum skal rekstraraðili skila inn frekari gögnum sem varða leyfisveitinguna. Sem dæmi þarf að skila ítarlegri upplýsingum mengunarvarnir,
til umhverfis- og orkustofnunar og upplýsingum öryggismál til vinnueftirlitsins, það nákvæmlega hvaða tækjabúnað á að nota og hvaða verklag verður viðhaft. Framkvæmdin og starfsemin þurfa að uppfylla ýmsar lagakröfur og reglugerðir sem setja takmarkanir á starfsemina, til dæmis kröfur varðandi bestu fáanlegu tækni innan gæsalappa sem staðsettar eru í starfsleyfi og kröfur frá vinnueftirlitinu magn efna. Aðkoma umsagnaraðila tryggð í ferlinu, þar með talið annarra fagstofnana sem geta fylgt eftir hvort þau telji að brugðist sé við ábendingum sem framkoma við umhverfismatið eða á öðrum stigum undirbúnings. Stofnanirnar hafa síðan eftirlit með starfseminu og tryggja að vöktun umhverfis fari þar fram. Búnaður sé rétt notaður, hann sé yfirfærinn og virki og unni sé eftir verklagsreglum sem settar eru. Virðulegur forseti, ég hef lokið upplestri á þessu svari Bryndísar Skúladóttur, ráðgjafa hjá VFSO og tel þar með að við séum búin að svara spurningum bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur frá síðasta fundi. Kærar þakkir fyrir þetta bæjarstjóri Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mig langar til að þakka virðulega bæjarstjóra Kjartan Má Kjartanssyni kærlega fyrir þessi svör og mig langar jafnframt að leggja til að þegar að ræða stór verkefni sem hafa áhrif á Reykjanesbæ verði þau sérstaklega kynnt á skýran hátt fyrir bæjaráði og bæjarstjórn. Þetta myndi tryggja að slík mál fái þá athygli sem þau eiga skilið og að öllum kjörnum fulltrúum sé ljóst umfang þeirra og mikilvægi frá upphafi. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir. Orðið laust, kæru bæjarfulltrúar, mál 12 frá 7. febrúar síðastlinu. Hér hafa verið lagðar fram spurningar frá bæjarfulltrúa Margréti Þórarins og þeim hefur verið svarað af sérfræðing sem við fengum til að fara yfir málið. Einnig eins og forseti kom inn hér áðan hefur HS Orka komið hér og kynnt Auðlindagarðinn og þeim verkefni og mun forseti reyna að fá afhent kynningu frá þeim og biðst forseti forláts að hafa ekki spurt þau að því hér áðan. Þau kláruðu kynninguna hér 2 mínútum í fund en það náðist ekki að spjalla betur við þau. En leggur forseti til að málinu verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs til umfjöllunar þar sem að starfsfólk og kjörnir fulltrúar fá afhent svörin frá Bryndísi Skúladóttur ásamt kynningu HS Orku en fundur ráðsins núna næstkomandi föstudag, bara núna í vikunni. Þannig að með þessu fáum við öll yfirgnæfandi góðan tíma til að lesa skýrsluna, svör sérfræðingsins og nánar að fara yfir kynningu HS Orku. En það leggur forseti til hér til samþykktar við bæjarfulltrúa geta staðfest það að málinu verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs í vikunni. Kærar þakkir fyrir þetta, kæru bæjarfulltrúar. Við höldum áfram með fundagerðina en við erum hér með nokkuð mál sem samþykkja þarf sérstaklega og hefur forseti yfirferð á þeim málum en málin eru eftirfarandi, mál nr. 6, ferjutröð 11 breyting á skipulagi. Það hér opið til umræðu. Hér hefur engin hvatt til hljóðs þeir sem samþykkt geta mál nr. 6 vinsamlegast gefumerki. Og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir mál nr. 7 umhverfismiðstöð köld geymsla. Hér hefur engin hvatt til hljóðs þeir sem samþykkt geta kalda geymslu vinsamlegast gefið þess merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Mál nr. 8 Sólvallagata 11 fjölgun íbúða hér opin til umræðum. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 8 vinsamlegast gefið merki og það eru hér allir kjörnir fulltrúar. Mál nr. 9 Tjarnabraut 38 breyting á byggingarreit. Hér hefur engin hvatt til hljóðs þeir sem samþykkt geta mál nr. 9 vinsamlegast gefið merki. Og hér fæ ég allar hendur á loft. Að lokum mál nr. 10 Brekadalur 65. Hér opin til umræðu, hér sé forseti engar hendur, þeir sem samþykkt geta mál nr. 10 vinsamlegast gefið merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Orðið laust fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti.
Nú forseti vil kannski aðeins koma hér og ræða mál númer 11 í fundagerðinni, Reykjanesbraut valkostagreining, og eins og bæjarfulltrúar að vita þá höfum við rætt þetta alloft hér í bæjarstjórn og í bæjarráði og í umhverfis- og skipulagsráði einnig. En Reykjanesbær hefur ásamt Suðurnesjabæ, Katagó og Isavia unnið undanfarna mánuði að valkostagreiningu fyrir tvöföldur Reykjanesbrautar, þar að segja frá Fitjum að Rósaselstorgi. Fyrsta tillagan sem var lögð fram var svokölluð tillaga 3, en Reykjanesbær var ekki alveg sammála Vegagerðinni að það væri besti valkosturinn, þar sem að okkur þótti skort upp á tengingar hér inn í bæinn okkar. Nú að mati umhverfis- og skipulagsráðs var valkostur 4 talinn bestur á þeim tíma, en í tillögu 4 var þó gert ráð fyrir lokun á þjóðbraut sem okkur hugnaðist alls ekki. Í kjölfari var unnið nánar með útfærslu á valkosti 4 og tengt í þá vinnu aðstöðu Reykjanesbær en einnig afstöðu Njarðvíkurhafnar, en fyrirhugað er mikil uppbygging í þeirri höfn og gríðarlega mikilvægt að tenging við það svæði sé gott. Þá kom upp nýr valkostur númer 6 sem að unnið hefur verið svo með nánar. Nú sem sagt, kæru bæjarfulltrúar, komna fram 4 mismunandi útgáfur af leið 6. Forseti vonar að þið séu ennþá að fylgja tölulegum tillögum, en umhverfis- og skipulagsráð ásamt Vegagerðinni eru hér að leggja til að við munum vinna áfram með tillögu 6D3 svo kallað. Við gatnamótin hjá Grænás er ráðið bókaði að þau fagni þeirri tillögu og leggja áherslu á hraða málavinnslu. Sú tillaga er þannig uppsett að gatnamótin við Fitjar, við Grænás og við Aðaltorg verði mislæg. Þjóðbraut verður opin frá Reykjanesbraut með hægri inn- og hægri útbeygju. Auk þess verður gerður svokallar ofanbyggðavegur sem mun tengja Aðalgötu og Grænásbraut og með þeim hætti léttum við á umferð Njarðarbraut sem er virkilega þarft verkefni. Vel er hugað að göngu- og hjólaleiðum í þessari tillögu, en það verða alls 4 undirgöng á þessum kafla sem mun tryggja góða og örugga tengingu milli byggðakjarnanna Ásbrúar við ytri Njarðvíkurhverfið. En þessi liður er hér til samþykktar í dag, kæra bæjarstjórn, að við heimilum þessa tillögu hér áfram, tillögu 63, sem að verður forseti að segja, bara góður kostur. Og vil forseti þakka stýrihópnum, hér eru 2 fulltrúar hans sem að hafa unnið ötullega í málinu, gríðarleg samstaða í bæjarstjórn og bæjarráði og umhverfis- og skipulagsráði hefur staðið sér mjög vel í þessu verkefni. Þannig að forseti sér ekki betur eftir að hafa legið yfir þessu máli að þetta sé bara virkilega góður kostur fyrir Reykjanesbæ. En þetta hér opið til umræðu. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, mér fannst bara ég verða að koma upp undir þessum lið. Mér finnst þetta mjög skemmtilegur liður og þetta búið að vera erfitt að við stöndum í hælana og gröfum niður hælana og stöndum í fæturna með þetta mál. En við erum heldur betur búin að gera það í sameiningu. Þetta eins og þið sjáið, hvað það 6, 3D. Það heldur betur búið að breyta þessu fram og tilbaka. Þannig ég segi bara eitt, bara vel gert. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir það. Nú bara í blálokin, Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég eiginlega kem hérna á sömu forsendum og bæjarfulltrúi Guðbergur. Ég held ég hafi notað hvert tækifæri sem ég hef haft, ég hef setið á bæjarstjórnarfundi og tekið upp þetta mál og kannski frekar verið með leiðindi heldur en hitt. En ég ætla bara að fagna þessari niðurstöðu. Og þetta bara sýnir að við stöndum saman, stöndum á okkar og getum við fengið það í gegn. Takk fyrir. Já, heyr fyrir því. Hér ekki ungmennaráð og því klöppum við síður en það ánægjulegt, kæru bæjarfulltrúar, að heyra samtakamáttin hér í þessu máli eins og í fleiri. En hér ber forseti fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. febrúar upp til samþykktar.
Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þakkir fyrir það. Nú þá erum við hér komin að 3. máli fundargerðina, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 20. febrúar og hér er Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég ætla að fara hérna aðeins yfir það sem var á dagskrá þessa fundar, en fundirnir eru settir upp með þeim hætti að fyrst eru tekin fyrir mál sem þarna sérstakrar afgreiðslu og svo koma mál til kynningar, þar sem farið er yfir stöðu þeirra framkvæmda sem í gangi eru hverju sinni og það eru allt stórar og viðamikla framkvæmdi sem að stjórn ber meðal annars ábyrgð á og það eru farið þá yfir framgang og fjárflæði, svona helst, og síðan er farið yfir framtíðarverkefni á fundinu sem geta bæði snúið að verklegum framkvæmdum en líka gæðamál eins og verkferðlar sem voru teknir fyrir þarna á þessum fundi sem hér ræðir. En svona til þess að fara aðeins í fljótu bragði yfir helstu málin að þá voru þarna 2 fyrstu mál sem stjórnin þurfti að afgreiða sérstaklega og við staðfestum það bæði hér og svo vorum við að taka hérna 1 mál til umfjöllunar í fyrsta máli á dagskrá þessa fundar hér hjá okkur. En það var annars vegar að ráðast í framkvæmdir við Háaleitiskóla en þar hafa menntaráð og stjórnendur skólans komið fram, borið upp hérna hugmyndir og þær hafa verið samþykktar. En það var salan á kennarabústaðnum sem er þarna á skólalóðinni eða við hliðina á skólanum. Og síðan framkvæmdir innanhús og mun salan á kennarabústaðnum fjármagna framkvæmdir sem þarna voru staðfestar. En í öðru máli að þá var farið yfir framkvæmdi við að klára leikskólan Drekadal sem við þekkjum hér úr fyrir umræðu og þar var lögð áhersla það innan þeirra fjárheimilda sem eru í fjárfestingaáætlun og að leikskólinn taki til starfa sem allra fyrst. Farið var yfir framkvæmdir sem er í gangi í Myllubakkaskóla og Holtaskóla og er staða þeirra verkefna mjög góð. Við erum á tímaáætlun og innan fjárheimilda og við höfum séð það meðal annars bara á miðlum og annað að þær framkvæmdir ganga afskaplega vel og eru vel heppnaðar. Þarna voru ýmsar aðra framkvæmdir kynntar, svo sem þær sem eru í gangi hér í Hljómahöll, stækkun á framleiðslu eldhúsi Nesvalla, framkvæmdir sem standa yfir í Keili og farið yfir viðhalds- og fjárfestingaáætlun ársins. En að lokum var farið yfir hugmyndir sem snúa að gæðamálum, annars vegar verkferla beiðnakerfis frá forstöðumönnum eigna til eignaumsýslunar. En í dag er það þannig að beiðnir berast með mjög misjöfnum hætti og það er mjög mikilvægt að við skýrum þá ferla mun betur og líka þá ferla sem snúa að búnaðarkaupum í nýframkvæmdum sem á stærri viðhaldsframkvæmdum. Því við teljum að það geti verið í mun fastari skorðum hvernig innkaupum eigi að vera háttað til að tryggja við séum alltaf að fá hagstæðasta verk hverju sinni í innkaupum og þá erum við þar með að tryggja hagkvæmni og þetta líka gæði í framkvæmdum. En þetta var svona það helsta sem fór fram á þessum fundi. Herra, það ekki verið þessa yfirferð. Orðið er laust fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þess að samþykkja þetta fundargerðina vinsamlega skifið þessu merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin í 4. mál á dagskrá bæjarstjórnar, fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 24. febrúar og það er Sverrir Bergmann Magnússon. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég kem hér upp undir fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 24. febrúar síðastliðnum til þess að fara yfir þar 2 mál, en ég ætla að byrja á fyrsta máli. Hljómahöll styrkir til viðburðarhalds. Framkvæmdastjóri Hljómahallar, hann fór yfir hvernig gekk með verkefnið á fyrsta árið þess, en til stendur að auglýsa eftir umsóknum fyrir árið 2025 á næstu vikum. Styrkir til viðburðarhalds í Hljómahöll eru veittir með það markmið að auka aðgengi listafólks og hópa af sölum Hljómahallar. Einnig er hægt að veita styrki til góðgerða viðburða og viðburða sem ætlar eru börnum og eða eldri borgurum svo lengi sem engin aðgangseyrir er innheimtur.
Meðal þeirra sem fengu styrk við fyrstu úthlutun voru Stórsveit Íslands sem héldu tónleika fyrir eldri borgara Grindavíkur, Kósí-bandið sem var með Kósí-kvöld, Grindavíkurdætur mættu hérna ásamt Páli Óskari með tónleikana með Þórbjörn í baksýn. Útgáfu tónleikar Más Gunnarssonar og Royal Northern College Orchestra fóru hér fram. Paper Plane sem tilrauna leikhús Rauða krossins fekk einnig styrk og svo hljómsveitirnar Demo og Proxanity. Styrki fyrir árið 2025 verða auglýstir núna í mars fyrir næsta vetur og umsóknarfrestur á þeim til 11. apríl. Þær umsóknir sem berast verða svo teknar til umræðu á fundi menningar- og þjónusturáðs í lok apríl. En með þessum styrkjum stefnt að því að efla menningarlífi í Reykjanesbæ, styðja við nýtt listafólk og styðja við að fjölbreyttir viðburðir geti átt sér stað í Hljómahöll. Svo annað mál, menningarsjóður 2025, úthlutanir, en menningarfulltrúi fór yfir umsóknir sem bárust í menningarsjóð. Alls bárust 20 umsóknir verkefnastyrki upp á 16 milljónir króna og 10 menningarhópar sóttu að fá þjónustusamning við sveitarfélagið, en menningarsjóður hefur 5.650.000 krónur til umræða til að deila milli þeirra sem að sækja Ráðið tók ákvörðun 13 verkefni sem hljóta styrka þessu sinni að upp að 3.450.000 og rúmum 2 milljónum verður veitt til þjónustusamninga við þessa 10 menningahópa sem sóttu í sjóðnum sem ætlaður til þess að efla menningarstarfsemi í Reykjanesbæ. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust fundagerð menningar- og þjónusturáðs frá 24. febrúar. Hér hefur enginn kvatt sér hljóðs til þess að samþykkja þetta fundagerðina vinsamlega skeiðsmerki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir 5. mál dagskrána sem fundagerð sjálfbærniráðs frá 27. febrúar. Hjörtur Magnús Guðbjörnsson hefur beðið hér um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég komin upp til að fara yfir fundagerð sjálfbærniráðs frá 27. febrúar síðastliðnum. En ráðið leggur nú drög að næstu kosningaskýrslu til að auka kjörsókn og hefur í þeirri vinnu nú kallað til samráði við ungmennaráð og öldungaráð Reykjanesbæjar. En samkvæmt tölfræðinni hafa yngstu og elstu aldurshóparnir verið lakari í kjörsókn en við miðaldra kjósendur. Mikilvægt að fólk á öllum aldri sjái hag sínum borgið í að mæta á kjörstað og nýta sinn lýðræðislega rétt. Sjálfbærnifulltrúi fór yfir stöðu flokkunar og starfsstöðum Reykjanesbæjar og verð ég að viðurkenna að mér blöskraði misræmið á milli stofnana sveitarfélagsins. Þar held ég að helsti sökudólkurinn í málinu séum við sjálf. Hvernig má það vera að þegar kemur að heimahúsum þá var okkur öllum réttar tunnur og við fengum leiðbeiningar hvernig skildi flokka, en þegar kemur að okkar eigin stofnunum og öðrum lögaðilum innan bæjarmarka þá var undir hverjum og einum komið að gerast flokkunar sérfræðingar. Hvaða ílát eru hentugust, hversu ítarlega á flokka, hver sér sorphirðuna. Þetta voru allt spurningar sem allir rekstraraðilar stofnana á vegum Reykjanesbæjar þurftu allt í að svara. Við þurfum að gera miklu betur sem sveitarfélag og við þurfum að leggja okkur sjálfum línur og sjá til þess að flokkun sé samræmt allstaðar á okkar vegum. Við getum flokkað heima, akkur ættu að gera það öðruvísi í vinnunni. Ráðið ákvað að vísa málinu til bæjarráðs til að tryggja við sjálf séum að uppfylla kröfur laga meðhöndlun úrgangs. Sjálfbærniráð hefur fjárfest í skjólveggjum fyrir allar grenndarstöðvar bæjarins sem framleiddar eru úr endurunnu plasti en einnig hafa verið keyptir bekkir úr sambærilegu efni. Þessar lausnir eru viðhaldslitlar og eiga eftir að sóma sig vel í bænum okkar. Að lokum ræddum við Life iSnap styrkja umsókn ráðsins en vonir standa að fjárveiting fáist í afar spennandi verkefni innan Reykjanesbæjar vegna aðlögunar Íslands vegna loftslagsbreytinga. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Fundagerð sjálfbærniráðs hér opin til umræðu. Það sem málin gerast í endurvinnslu og slíku, en gott að bæjarfulltrúi Hjörtur kom inn á fjárfestingar ráðsins sem eru merkilegar, að verið að hvetja íbúa til að ganga meira með því að geta tylt sig meira á endurunnum bekkjum. Og
Það verður að segjast að það verður mjög gaman að setja upp búnað í kringum grenndarstöða til að gera þær aðeins meira aðlaðandi og kannski hefta fók frá þeim, en við munum girða þær allar. Þannig að það er gleðilegt. Nú, forseti ber hér fundargerðin upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fundargerð sjálfbærniráðs vinsamlegast gefa merki og það eru allar hendur hér á lofti. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá erum við komin að 5. mál á dagskrá. Erum við kannski eitthvað skólast til, 7. mál á dagskrá, afsaki kæru fulltrúar, fundargerð atvinnu hafnaráðs frá 27. febrúar og hér er Hjörtur Magnús Guðbjartsson aftur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir, ég er komin upp núna til að fara yfir fundargerð atvinnu hafnaráðs. Farið var yfir stöðu endurskoðunar ársreiknings síðasta árs, en það er ekki klárt að svo komnu máli. Að því loknu var farið yfir verkfundargerði við dýpkun Njarðvíkurhafnar en framkvæmdir hófust að nýju 16. janúar síðastliðinn, en undanfarnar vikur hafa farið í að rippa svæðið, ef svo má segja, en til verksins er notuð 140 tonna grafa og 415 rúmmetra prammi. Vonir standa til þess að farið verði í útboð á gerð nýs skjólvarnargarðs á vormánuðum, en í máli 3 voru kynnt drög að samstarfssamkomulagi vegna uppbyggingar í Helguvík, en málið er unnið áfram af sviðsstjóra. Nýtt nafn var kynnt á samstarfsverkefni Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Þróunarfélaginu á Keflavíkurflugvelli. Nafnið sem var fyrir valinu er K64 hringrásaiðngarður. Man ykkur að segja það hratt. Farið var yfir stöðuna í samstarfsverkefnum atvinnu og hafnaráðs og umhverfis- og skipulagsráðs, en framtíðarskipulag Njarðvíkurhafnar og nærsvæði þar hefur verið í forgrunni í vinnunni. Svo er gaman að segja frá því að til að tryggja framgang þeirra verkefni sem kom upp í tengslum við komur skemmtiferðaskipa var ákveðið að koma á áþekkum samráðshóp á milli atvinnu- og hafnaráðs og menningar- og þjónusturáðs, og er það gert vegna þess að þótt atvinnu- og hafnaráð hafi aðstöðuna til að taka á móti skipunum, þá eiga ferða- og markaðsmál sveitarfélagsins heima hjá menningar- og þjónusturáði, og því mikilvægt að unnið sé þétt í samvinnu til að tryggja að upplifun farþegaskipana sé með sem bestum hætti. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykkta fundargerðina vinsamlegast gefið þess merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, kæru bæjarfulltrúar, nú hefur formleg dagskrá bæjarstjórnar verið hér tæmd. Innilega þakki fyrir góðan og upplýsandi fund. Fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt líkt og við gerum á nútíma öld og lýsi ég því bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 692 hér slitið.